Ágætu fundargestir, komið þið sæl. Ætla að bjóða ykkur velkomin að þennan opna fund Sæbrautarstokk, bæði umhverfismat framkvæmdarinnar og deiliskipulag sem nú til kynningar og er til umsagnar í skipulagsgátt til 20. júní önnur áætlunin og 29. júní hinn. Ég man ekki nákvæmlega hvort hvað, en það allavega lok júní sem að þið hafið tækifæri til að senda inn umsagnir þessi mál. Ég heiti Þorsteinn R. Hermannsson og er framkvæmdastjóri Betri samgangna. Dagskráin lítur svona út að við ætlum að vera með smá inngang samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins og þetta verkefni hluti af honum. Svo kemur Kristján Árni frá Vegagerðinni og fjallar Sæbrautarstokkinn sjálfan og verkefnið. Þórhildur Guðmundsdóttir frá Verkís gerir svo grein fyrir helstu niðurstöðum umhverfismats vegna Sæbrautarstokks. Björn Guðbrandsson og Sigríður Magnúsdóttir, arkitektar hjá Arkís og Tröð, koma svo með og kynna tillögur að deiliskipulagi vegna Sæbrautarstokks, auk breytinga á deiliskipulagi Vogahverfis og Vogabyggðar 2. Og svo ætlum við að enda á að taka saman spurningar og umræður, hafa þá pallborð og í raun og veru þá myndum við spurja alla frummælendur í lokin. Og að því loknu hægt þá að hafa óformlegra samtal. Það eru hér pósterar, myndir upp á veggjum og teikningar sem hægt að skoða og spurja þá frummælendur út í. Við erum líka með hérna í salnum sérfræðinga frá Reykjavíkurborg og Vegagerðinni, bæði í samgöngumálum og skipulagsmálum sem geta svarað mögulega líka einhverjum spurningum. Þannig að við erum allavega, það heilmikið af fólki hér til svara og heilmikið af kynningarefni. Þannig ég held við höldum bara af stað, hún er 17:03, við bíðum ekki lengur. Ég ætla að byrja aðeins bara að tala samgöngusáttmálann og verkefni hans, svona til að setja þetta í samhengi. Samgöngusáttmáli höfuðborgarsvæðisins var undirritaður 2019 og þetta semst sáttmála milli ríkisins. Það eru 3 ráðuneyti, forsætisráðuneyti, fjármálaráðuneyti og innviðaráðuneyti sem standa að sáttmálanum, auk 6 sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu og allra sveitarfélagana. Og þarna í raun og veru 2019 verið að setja niður þá framtíðarsýn og verkefnaáætlun til nokkurra áratuga og horfa til lengri tíma framkvæmdir og framkvæmdaröð og fjármögnun. Sáttmálinn var svo uppfærður fyrir 2 árum síðar og í raun og veru allar tíma og kostnaðaráætlanir uppfærðar og svo framvegis. Sáttmálinn í raun og veru með 4 fjárfestingaflokka, það eru 3 þeirra eru stærstir. Inni í stærsti fjárfestingaflokkurinn eða álíka stórir fjárfestingaflokkar eru stofnvegakerfið sem Sæbrautarstokkurinn tilheyrir og svo það borgarlínan sem líka rúmir 130 milljarðar á verðlagi 2024. Hjól- og göngustígar eru 13% af fjármunum sáttmálans. 40 milljarðar og svo það að minni verkefni sem snúa að umferðarstýringu, flæði og öryggi sem eru áætlað að kosti 10 milljarða til ársins 2040. Stofnvegaverkefnin sem eru inni í samgöngusáttmálanum eru 9 talsins. 3 þeirra lokið, þetta var aðeins farið að stað, glærurnar afsakið, þeir voru fluttar á milli véla. 3 þeirra lokið, Vesturlandsvegi, Reykjanesbraut og Suðurlandsvegi í gegnum svona ytri mörkin á höfuðborgarsvæðinu. Arnarnesvegur sem þarna merkt S4 á kortinu í framkvæmd og opnar síðar á þessu ári. Og þar á eftir þá Sæbrautarstokkur og Reykjanesbraut og við Bústaðaveg sem eru næstu stóru verkefni í stofnvegunum. Og til að setja okkur í samhengi þá erum við þarna það sem stendur S5 á kortinu en þið sjáu að Reykjanesbraut Bústaðavegur þarna rétt sunnan við verkefni sem í nágrenninu bæði í rúmi og tíma, ef við getum orðað þannig. Í samgöngusáttmálanum eru líka 6 lotur borgarlínu sem á að byggja upp til 2040 og þær tengja í raun og veru megin kjarna sveitarfélaganna og megin atvinnu- og þjónustusvæði við megin íbúðabyggð. Og ef við setjum okkur í samhengi þá erum við að fjalla hér Sæbrautarstokk og yfir suðurenda Sæbrautarstokks og í raun og veru meðfram Reykjanesbraut til suðurs niður í Mjódd mun borgarlína liggja, þannig að Sæbrautarstokkur skiptir líka miklu máli fyrir borgarlínuverkefnið að þessi hnútpunktur sem þarna sést í kerfinu verði til og fungeri vel fyrir heildarkerfið. 3. stóri fjárfestingaflokkurinn þá hjólastígakerfið. Inni í samgöngusáttmálanum gert ráð fyrir að byggja 100 kílómetra af göng- og hjólastígum til 2040 og enn og aftur þá erum við að horfa inn í þessa miðju höfuðborgarsvæðisins þar sem við erum stödd.
þar sem að í raun og veru hjólastígakerfið mun hafa ákveðna tengipunkta líka ofan á sæbrautarstokki og á sunnanverðum sæbrautarstokkinum með þverun. Eins og ég nefndi þá við sæbrautarstokkurinn hluti af samgöngusáttmála eins og ég búinn að koma inn á. Hér fyrir sunnan okkur Reykjanesbraut Bústaðavegur, það kortið sem sýnt hér til hliðar, fyrirhuguð framkvæmd þar, hvernig hún í raun og veru og sæbrautarstokkurinn tekur þá við þarna norðan við slaufugatnamótin, þetta sunnan við slaufugatnamótin. Svo erum við með sæbrautarstokkinn sjálfan og allt sem honum tilheyrum og svo Sundabraut sem ekki hluti af samgöngusáttmálanum líka í fullum undirbúningi sem tekur þá við norðan við sæbrautarstokkinn. Þannig að það gríðarlega mikið af verkefnum í farvatninu á þessum stofnvegi Reykjanesbraut Sæbraut í gegnum höfuðborgarsvæðið, tengingar við Sundabraut og svo framhaldið allt til suðurs eftir að Sæbrautarstokknum sleppir. Þetta var smá inngangur heildarsamhengið og samgöngusáttmálann og ég ætla þá að biðja Kristján Árna frá Vegagerðinni að koma og segja okkur frá stokknum sjálfum og verkefninu. Gjörðu svo vel, Kristján. Takk fyrir, Þorsteinn. Ég ætla að reyna að fara með svona stutta samantekt þetta stóra verkefni. En svona aðeins ég heiti Kristján Árni, ég verkfræðingur með sérhæfingu í samgöngum og vinn hjá höfuðborgarsvæði Vegagerðarinnar. Þar sem að ég svona held meðal annars utan undirbúning þessa verkefnis. En það semst þannig að Vegagerðin heldur utan undirbúning og framkvæmdir verkefna sem samgöngusáttmála á stofnvegum sem í veghaldi Vegagerðarinnar og hér að ræða eina lykil framkvæmdir samgöngusáttmála eins og Þorsteinn fór yfir sem framalega í forgangsröð þessara framkvæmda. En kannski byrja aðeins bara að fara yfir hvað felst í framkvæmd stokka. Í einföldu máli þá það bara þannig að það grafinn 10 metra djúpur skurður sem nokkrir tugir metrar á breidd og þar þetta steypta mannvirki byggt ofan í og svo fyllt yfir með jarðvegi. Og umferð bíla þá sett neðanjarðar sem skapar ýmis tækifæri hvað varðar umferðarlausnir, skipulag og umhverfi. Meðal helstu ávinninga slíkra stokka framkvæmda eins og þessarar þó bætt umferðarflæði og umferðaröryggi fyrir alla samgöngumáta með mislægum lausnum og betri tengingar á milli borgarhluta, beggja vegna við umferðarþungan stofnveg eins og tilviki Sæbrautar, hljóðvist og loftgæðir svo bætt yfir langan kafla þessa stofnvegar. Svo myndast þessir auknu möguleikar til borgarþróunar og uppbyggingar og hugmyndin baki þessu verkefni að hún byggir á svona heildrænni nálgun á lausnum á samgöngumannvirkjum þar sem tekið tillit til þá allra ferðamáta. Og þá ef við lítum á til dæmis þetta verkefni Sæbrautarstokk þá eru þar tvenn ljósastýrð gatnamót sem verða afnumin og svo eru auðvitað stórbættar tengingar bæði fyrir almenningssamgöngur og gangandi og hjólandi. En þessi stokkur, hann verður 850 metra langur með loki, þar sem að Sæbraut verður þá lækkuð á rúmlega 1 kílómetri skafla. Það verða ný mislæg gatnamót, ný mislæg gatnamót ofan á stokknum við Kleppsmýrarveg og Skeiðavog og borgarlína mun fara yfir stokkinn og þvera stokkinn á leið úr Ártúni og yfir á Suðurlandsbraut og sömuleiðis verður ný bílatenging af Suðurlandsbraut og yfir stokkinn og inn í Vogabyggð. Við kíkjum á þversnið stokksins, svona, að þá verður sem steyptur veggur á milli sem skilur að akstursstefnur og yfir stærsta hluta stokksins að þá verða raunar 3 akreinar í hvora átt, eða fram að gatnamótunum við Kleppsmýrarveg, eða fram að fráreinum og aðreinum að þessu gatnamótum og svo 2 akreinar undir gatnamótin út norður eftir. Og svo verða neyðarhurðir með reglulegu millibili á milli þessara 2 hólfa.
Ef við kíkjum aðeins svona snöggt bara yfir forsögu þessa verkefnis að þá voru þarna áætlanir heilmikla nýja byggð hérna í Vogabyggð og þá var hvert verkefni hérna hefur svolítið þróast með tímanum en það voru áætlanir uppi endurgerð þessara gatnamóta við Kleppsmýrarveg og Súðavog og svo vegna þessara miklu uppbyggingar hérna og sömuleiðis í Ártúni að þá var aukin þörf á að bæta tengingar hérna á milli þessara hverfa þetta líka. Og þessar áætlanir tengjast svo þessi íbúðu uppbygging í Vogabyggðinni og Ártúni tengjast svo borgarlínu sem fer hérna í gegnum hverfin og átt að fara hérna yfir Sæbraut og áfram. Og svo samgöngusáttmálinn undirritaður 2019 og þar inni stokkar á Sæbraut sem að leysir þá í rauninni þessi tvenn mislægu gatnamót, leysir þverun borgarlínu og bætir þessar tengingar og fjarlægir raunin þessa gjá milli hverfana sem að Sæbrautin hefur verið. Og hérna svona sirka þessi leið borgarlínu. Og svo þetta raunin liður líka að bæta umferðarflæði og umferðaröryggi á Reykjanesbrauti og lengri kafla og þar kemur inn verkefni sem að Þorsteinn minntist á áðan sem eru gatnamótin við Bústaði þar sem einnig gert ráð fyrir mislægri lausn. Og hérna hefur nú bara svona skeytt inn þessum lausnum sem hefur verið að skoða þessum verkefnum á Reykjanesbraut og Sæbraut og þá það lausnin hérna við Bústaðaveginn og Sæbrautina, bara svona til að sjá þetta í samhengi. En ef við lítum svo enn lengri kafla að þá eru þessi verkefni í raun liður líka að mæta því sem að setja fram sem sýn vegagerðarinnar fyrir einhverjum árum og þar til að mynda gert ráð fyrir mislægum lausnum á Reykjanesbraut alla leið gegnum höfuðborgarsvæðið og svo áfram norður eftir Sundabraut. En hvað stöndum við núna? Í undirbúningi svona nýframkvæmda verkefni í okkur þá eru í grunninn 3 hönnunastig, frumdrög, forhönnun og verkhönnun. Verkís hafa verið okkar ráðgjafar í frumdrögum og forhönnun og í umhverfismatinu. Frumdrög voru unnin 2021, matsáætlun 22 var kynnt og forhönnun henni lauk 2024. En það sem við höfum svona litið á sem fyrstu framkvæmd sem tengist Sæbrautarstokk uppsetning þessara tímabundnu göngu- og hjólabrúar sem að í fyrstu þjóna bara þeim tilgangi að brúa núverandi Sæbraut. En svo þetta mjög praktísk lausn. Því svo strax við byrjum í framkvæmdu við Sæbrautarstokk þá þessi brú færð norðar og þá að brúa bráðabreiðavegi á framkvæmdatíma. En nú erum við stödd hérna sem sagt og erum að stefna að útboði á verkhönnun sem þá loka hönnunastigið en raunar búið að bjóða út hluta verkhönnun á þegar sem verkhönnun undirbúningsframkvæmda sem að þarf að fara í áður en að farið í eiginlega framkvæmdu við stokkinn. En svo eru ákveðna áskorun sem fylgja svona framkvæmd eins og gefur að skilja og það kannski ekki, í sjálfu sér ekki bygging stokksins sem endilega stærsta áskorun heldur það að standa í svona framkvæmdum í þéttbýli. Stokkaframkvæmdir þær hafa töluverð áhrif á veituinnviði sem liggja meðfram og þvert á framkvæmdasvæðið. Vegstæðið þröngt, það eru byggingar nálægt núverandi vegi. Það takmarka pláss fyrir hjáleiður umferðar en skurðurinn fyrir stokkina getur verið alltaf yfir 40 metra breiður. En sem sagt til að geta framkvæmt þennan stokka þá þurfum við að finna lausnir á umferð á framkvæmdatíma sem í rauninni bara verkefni út af fyrir sig. Á forhönnunarstigi verkefnisins þá fór mikil tími í greiningar á umferð á framkvæmdatíma og það var forsenda í þeirri vinnu eftir greiningavinnu á umferð hermannir og annað sem að það væri algjör forsenda að halda 2 akreinum á Sæbraut allan framkvæmdatímann og það það sem að sú framkvæmdaáætlun sem við erum að vinna eftir núna miðar við og sömuleiðis að þá þurfum að forðast við megum ekki lenda í lokunum á Kleppsmýrarvegi.
Þannig að reynt hefur einnig verið þessi leið sem var valin núna, sem var unnið með í forhönnun, þá var einnig reynt að lágmarka inngrip á lóðir og bygginga með frá framkvæmdastæðinu þó að það sé ekki mögulegt að forðast það. Því það eru nokkra byggingar austan megin við Sæbraut sem að standa það nálægt veginum að þær þurfa að víkja svo pláss verið til að framkvæma stokkinn. Og þá er gert ráð fyrir að nýta það pláss sem myndast fyrir bráðabirgðavegi og þannig verið hægt að viðhalda sem bestu umferðarflæði á Sæbraut á framkvæmda tíma. En hérna sjáum við nokkra áfanga úr forhönnun sem verið er að vinna þá áfram með núna á verkhönnunarstigi. Það sem sýnir þá hvernig við vinnum þessar hjáleiðir umferðar á framkvæmda tíma og þær verða þá, þessi bráðabirgðavegir verða færðir til í áföngum eftir í hvað er verið að framkvæma stokkinn hverju sinni. En hvað verður svo þegar við höfum lokið okkar framkvæmdum, en fáum kannski smá innsýn inn í það núna hjá næstu ræðumönnum. Annars bara þakka þér fyrir mig. Takk fyrir, Kristján. Þá ætlum við að fá hana Þórhildi Guðmundsdóttur frá Verkís til þess að gera grein fyrir helstu niðurstöðum umhverfismats vegna Sæbrautarstokks. Gjörðu svo vel. Bendil hér að þú vilt. Og mikrofónið er að lekka. Og að talda hann líka að þú vilt. Já, þetta fínt. Komið sæl. Ég heiti Þórhildur, eins og hann sagði, og kem frá Verkís og... Reynum við aftur. Sér heldur best að halda á hann bara. Komið sæl. Ég heiti Þórhildur Guðmundsdóttir, kem frá Verkís og með mér er einnig Grétar Páll sem er verkefnisstjóri hönnunar sem hefur verið unnin hjá okkur. Ég ætla að kynna fyrir ykkur helstu niðurstöður úr mat- og umhverfisáhrifum sem er núna í kynningu. Og í matskýrslunni er að sjálfsögðu heilmikið fjallað framkvæmdir og markmið og samræmi við stefnur en það kemur að mestu leyti fram í öðrum kynningum hérna. Þannig að ég ætla bara að drepa hérna aðeins á umhverfisþáttum sem voru til mats. Og það voru þessir: loftslag, jarðmyndanir og vatnafar, náttúruminjar, menningarminjar, borgarlandslag og ásýnd, byggðaþróun og landnýting, samgöngur, umferð og umferðaröryggi, hljóðvist og loftgæði. Og ég ætla hérna aðeins að tæpa bara á nokkrum þessar þátta. Til að segja ykkur aðeins frá menningarminjunum þá eru þarna ýmsir punktar teiknaðir inn á kort og framkvæmdasvæðið er afmarkað þannig með blárri línu. En innan framkvæmdasvæðisins eru þó engar verndaðar minjar, engar eldri en 100 ára. En kannski og grænir punktar þarna inni eru minjar yngri en frá 1930 en það er búið að raska þeim öllum nú þegar. En helst er kannski að nefna að þarna innan svæðisins er Dugguvogur 42 sem nýtur ákveðnar eða hefur verið lagð til hverfisvernd á vegna lágmynda Gerðar Helgadóttur. Og þetta hús stendur upp við stokkinn og til stendur að rífa. En það er sem sagt unnið að áætlun með Gerðarsafni til þess að varðveita lágmyndirnar. Aðeins ásýnd. Það hanga hérna á veggjum nokkrar myndir útprentaðar en það voru sem sagt skoðaðir 6 staðir það sem var metin ásýnd fyrir og eftir framkvæmdir. Sá fyrsti, ég ætla að sýna ykkur hérna 3 af þeim. Sá fyrsti er frá stað norðan við stokkinn og horfir til suðurs og þetta er sem sagt ljósmynd nýleg þarna frá þessum stað og svo er sem sagt búið að gera hér líkan sem var gert á vegum Glámi Kín arkitekta í samstarfi við okkur og Vegagerðina og þarna sést þá niðri munni stokksins, hvernig hann kemur til með að gæti komið til með að líta út.
Annar punktur þarna frá norðan við Kleffsmýraveginn, horft til vesturs, yfir gatnamótin og samkvæmt áætlunum þá gæti þetta komið til með að líta einhvern veginn svona út frá þessum stað. Þriðji staðurinn sem ég ætla að sýna ykkur sunnan við stokkinn, horft til norðurs, þarna í útjaðri hjólastígsins og gatnamótin við Súðavog eru hérna, sjást hér, og eftir framkvæmdir gæti þetta lítið einhvern veginn svona út. Þá hérna hjólastígur og þetta væri þá borgarlínu braut og svo glittir hérna í stóðvegg fyrir ofan syðri munnan. Ég ætla að segja ykkur aðeins frá hljóðvistar útreikningum sem voru framkvæmdir. Þetta sem sagt tilfelli sem á við árið 2040, reiknað umferð miðað við það ár. Þetta þá án stokks, þar sem að Sæbrautin í óbreyttri mynd. Það eru hér reiknuð, þetta eru sérst mörkin og viðmiðunarmörkin eru 55 desibel. Þannig að rauð lína hérna milli grænna og gulra flata eru hérna núgildandi viðmiðunarmörk sem gilda fyrir jafngildis hljóðstig. Og hljóðstigið á þessum staði nokkuð hátt í dag og hækkar með aukinni umferð til framtíðar. Samsvarandi tilfelli fyrir sömu umferð sama tímabil eftir tilkomu stokksins hér. Þá hérna lækkar að sjálfsögðu hljóðstigið ofan á stokknum, en það lækkar einnig hérna við þessa íbúðabyggð. Þetta eru hús hérna þá við Njörvasund til dæmis. Þannig að hljóðstigið ennþá yfir mörkum, en það lækkar samt. Aðeins loftgæðin. Hér sjáum við reiknað svifryk fyrir samskonar-tilvik og vorum að horfa fyrir hljóðið. Sem sagt umferð fyrir árið 2040 og það eru í viðmiðunarmörk sýnt hérna sem er miðað við 45 mikrogrömm á rúmmeter og þau eru sýnt hérna með dökkri línu á milli ljós, guls og brúns flatar. Og þetta þá sólarhringsstyrkur svifryks PM10. Annars vegar erum við með hérna punktalínu. Hún sýnir í rauninni þessi mörk án mótvægisaðgerða, en með mótvægisaðgerðum erum við með þessa dökku línu hérna á milli flata. Og þetta eru nota bene mörk sem eiga að taka gildi árið 2030. Eru strangari heldur en þau mörk sem eru gildi hérna hjá okkur í dag. Sem segir okkur að miðað við þær forsendur sem eru fyrir þessu líkareikningum þá þarf að grípa til aðgerða hér á þessum stað til þess að halda svifryki innan marka og að því gefnu að nagladekkjanótkun til dæmis minnki ekki með það sem hún í dag. Það myndi hjálpa mikið. Samskonar útreikningar sólarhringsstyrkur fyrir köfnunarefnisoxíð sem fylgir losun frá jarðefnaeldsneyti, afturmörk sem eiga að taka gildi 2030 og þá sjáum við að mörkin eru hérna inn í götustæðinu með og án mótvægisaðgerða. Og hér teknar saman helstu niðurstöður matsins, metið vægi fyrir þá umhverfisþætti sem voru til skoðunar og til þess að nefna kannski bara
út mörkin hérna, þá erum við að meta talsvert neikvæð áhrif á umferð á framkvæmdatímanum. Þrátt fyrir að það eru ýmsar mótvægisaðgerðir sem að munu vissulega hjálpa mikið til og en þá erfitt að gera ráð fyrir öðru en að það verði alltaf einhver áhrif á þessum tíma. Svo kannski sérstaklega loftgæðin. Við erum að meta nokkuð til talsvert neikvæð áhrif í næsta nágrenni við syðrimunnan og svo metum við óverulega nokkuð neikvæð í nágrenni syðrimunna og næsta nágrenni niðri munnans og svo metum við verulega jákvæð áhrif á móts við stokkinn sjálfan. Önnur metin áhrif eru á milli, ég ætla ekki að fara yfir alla þessa þætti en já. Nokkur atriði varðandi helstu vöktunar og eftirlitsatriði á framkvæmdatíma. Það er gert ráð fyrir að verði eftirlit með umferð á hjáleiðum og framkvæmdasvæðinu. Það verði eftirlit með rykmyndun við niðurrif bygginga. Eftirlit verði með hjólbarða flutningabíla verði hreinir svo þeir ber ekki mold inn á göturnar. Skynjarar í áttina að næstu íbúðabyggð fyrir styrkt svifryks og svo er gert ráð fyrir frárensli yfirborðsvatn frá framkvæmdarsvæðinu verið vaktað með tilliti til mengunar, rennsli grunnvatns inn á framkvæmdarsvæði inn í stokkstæði verði vaktað og svo að fastmerki verði sett á hús vegna mögulegs sigs og hús sem standa næst verði skoðuð fyrir framkvæmdir. Einhver atriði hér á rekstrartíma, skynjarar við báðamunna stokks til þess að nema styrk mengunarefni í lofti svo sem svifryk, köfnunarefnis, oxíð og kolmónoxíð. Skiljur í dælubrunnum verða vaktaðar með til mengunar á fráveituvatni og svo verður ýmiss konar vöktun í stokknum sjálfum, myndavélar og umferðarmyndavélar og hitaskynjarar og svo framvegis. Mótvægisaðgerðirnar sem verið að gera ráð fyrir eru þessar helstar. Val á umhverfisvænum efnum til mannvirkjagerðar, endurheimt aukning gróðurþekju, þetta er kannski með tillit til loftslagsáhrifa, huga nýtingu jarðefna sem næst framkvæmdarsvæðinu og hvetja til notkunar vinnuvéla með minni losun, aftur loftslagsmál, flokkun og nýting jarðefna, til dæmis fyllingarefni við stokkinn í aðra framkvæmdir eða landmótun, ný göngubrú yfir Sæbraut sem var verið að lýsa áðan, hún verður færð á framkvæmdatímanum og bætir þannig þverun á svæðinu á meðan framkvæmdur stendur. Og svo eru aðgerðir vegna mengunar grunnvatns og jarðvegs, krafa áhættumat og viðbragðsáætlanir verktaka, krafa hreinsun ofanvatns frá framkvæmdarsvæðinu. Hér eru nokkrar yfirbót. Það eru aðgerðir til að vernda menningarminjar, hlífa Skektu og í 1. Það er einnig hús sem hefur þótt ástæðu til að varðveita og varðveita listaverkaútveikjun Dögguvágs 42 í samráði við Gerðarsafn. Aðgerðir til að draga úr hávaða, það eru þessi 2+2 vegir á hjáleiðum til að bílaumferðin færi síður yfir aðra götur í nágrenninu, hjáleiðinar í íbúðarhúsum, minnka leyfilegan hámarkshraða og setja upp hljóðveggi. Og svo að lokum að áætlun verði aðgengileg hvenær og hvar stendur til að rippa, fleyga eða sprengja þegar það stendur til. Og svo aðgerðir til að minnka rykmyndun á framkvæmdatíma.
Okay. Já, svo ætla ég bara að lokum að nefna það að umhverfismatið í kynningu núna á skipulagsgátt HMS. Kynningatíminn frá 13. maí og hún lýkur 29. júní og þar hægt að bæði sækja gögn og koma athugasemdum á framfæri. Takk fyrir. Já, takk fyrir þetta, Þórhildur. Já, þetta mjög mikið efni í umhverfismati framkvæmdarinnar. Þetta flókin framkvæmd og á viðkvæmum stað, þannig að það mjög mikið búið að leggja mikla vinnu í umhverfismatsskýrslu og allar greinir hvað það varðar. Þannig ég hvet ykkur til þess að kynna ykkur það og senda þá inn spurningar og athugasemdir inn á skipulagsgátt HMS fyrir 29. júní. Ég ætla að hvetja ykkur líka til þess að fá ykkur kaffi og kleinur. Það því að nú erum við svona hálfnuð eða kannski ríflega, það bil hálfnuð með kynningar. Þannig að endilega standið upp og fá ykkur það vatn, kaffi og kleinur. Ekki ennþá til kleinur? Jú, við skulum endilega klára þær, annars endar þetta bara á einhverju kaffistofu sem hefur ekki gott að því. En við ætlum að fá þá núna það sem hvað gerist í raun og veru. Nú erum við búin að horfa svolítið á framkvæmdina og hvernig umhverfismat framkvæmda lítur út, en nú ætla þau að koma Björn Guðbrandsson frá Arkís og Sigríður Magnúsdóttir frá Tæknistofunni Tröð að segja okkur frá tillögu að deiliskipulagi fyrir stokkinn og breytinga á þessum aðliggjandi skipulagsáætlunum sem þarf að gera til þess að þetta geti orðið að veruleika. Þetta mál þá líka til umfjöllunar hér í dag og líka í skipulagsgátt HMS til umsagnar og athugasemda. Gjörið svo vel. Halda bara á þessu. Takk fyrir og komið sæl. Heyrst okkur í mér. Já, Björn heiti ég frá Arkís og við unnum sem sagt deiliskipulag Sæbrautarstokksins sjálfs og reyndar endurskoðun á deiliskipulagi Vogahverfis samhliða því í samstarfi við Landslag. Og eins og Þorsteinn kom inn á þá eru þessi gögn að sjálfsögðu til umsagnar í skipulagsgáttinni og hvet ykkur eindregið til að kynna ykkur þau betur þar af því að ég kemst náttúrulega bara ákveðið djúpt í þetta í þessari kynningu. Deiliskipulagið fyrir stokkinn sjálfan samanstendur af deiliskipulagsuppdrætti sem þið sjáið hér og greinagerð. Þetta dálítið óvenjulegt, við erum svona vön því þegar við erum að kynna deiliskipulagsáætlanir að þá erum við að bæta einhverju inn í umhverfið, það einhver sjónræn áhrif sem að bætast við. Það sem að gerast hér við erum að svona fjarlægja sjónrænu áhrifin af Sæbrautinni. Þannig að þetta svona mjög áhugavert og gerir þetta verkefni mjög spennandi. Rétt til að setja í samhengi við aðliggjandi áætlanir, þá þetta sjálfsögðu samkvæmt aðalskipulagi Reykjavíkurborgar. Og það eru þarna nokkrar skipulagsáætlanir sikvorum megin við stokkinn sem verða fyrir áhrifum og við rúnlum í gegnum það hér aðeins hvaða áætlanir það eru og hvers konar áhrif það eru. Við erum að gera þetta nýja skipulag fyrir stokkinn og það eru svona jaðaráhrif sikvorum megin. Og hérna sjáum við svona glefsur af þessum áætlanum sem að verða fyrir áhrifum sikvorum megin. Það sem ég veit að Sigríður ætlar að kynna ykkur aðeins á eftir er Vogabyggðin sem þið sjáið hægra megin á skjánum. En síðan skipulagsáætlun fyrir Vogahverfi sjálft. Þar eru áhrifin í rauninni þau að skipulagsmörkin eru aðeins að breytast frá því sem í gildandi skipulagi. Auk því sem að lóð Steinahlíðar færð í rauninni úr núverandi skipulagsáætlun Vogahverfis og yfir í skipulag Sæbrautarstokks. Og síðan eru þarna smávægilegar breytingar á skipulagsmörkum við enda Suðurlandsbrautar sömuleiðis. Þær breytingar sem að mæntir við Já, reyna það.
Eins og ég sagði áðan þá kemur hérna Steinahlíð til með að færast yfir í þessa nýju skipulagsáætlun stokksins. Þannig að hún bara verður hluti af þeirri skipulagsáætlun. Það verða breytingar á lóðarafmörkun Steinahlíðar en nettóstærð lóðarinnar helst svo sama. Það er rauninni færist að hluta til ofan á stokkin. Síðan eru þarna nokkra lóðir í Vogabyggðinni sem verða fyrir skerðingum og það er bara af þessum praktísku ástæðum að stokkurinn tekur dálítið til sín. Við gerum grein fyrir þessum skerðingum í deiliskipulagsáætlun stokksins en í rauninni verður breytingin síðan í hérna deiliskipulagsáætlun Vogabyggðar. Þannig að það kemur ekki beint inn á þetta deiliskipulag. Hérna sjáum við síðan aftur nokkrar af þeim myndum sem við sáum áðan með umhverfismatsskýrslunni þar sem við sjáum hérna mun fyrir og eftir frá ýmsum sjónarhornum. Við sáum áðan þessi sjónarhorn sem við sjáum uppi bæði vinstra megin og hægra megin. Annars vegar af stokksmunanum til norðurs og hins vegar af hérna gatnamótunum við Skeiðavog. Og síðan sjáum við hérna niðri fyrir og eftir myndir úr lofti þar sem við sjáum annars vegar Sæbrautina og hins vegar þetta í rauninni borgargarðs yfirborð sem að verður til ofan á stokknum eftir að stokkurinn er kominn. Í deiliskipulaginu eru við að gera grein fyrir möguleikum fyrir hljóðskerma við munana, þó sérstaklega norðamegin. Þetta er ekki beinlega sett fram sem sko bindandi útfærslur heldur einungis hugmyndir og svona heimil til þróunar á útfærslum til að tækla enn betur þessi áhrif sem við sáum aðeins hérna áðan í umhverfismatsskýrslunni. Og síðan sjáum við hérna nokkra myndir, tölvugerð og þrívíddarmyndir frá ýmsum sjónarhornum. Hérna erum við að horfa til suðausturs yfir gatnamót Sæbrautar og Kleppsumýrarvegs við Skeiðavog. Og sjáum þarna hvernig þarna verður til í rauninni grænt yfirborð þar sem að Sæbrautin liggur í dag og auðvitað þessi nýja tenging á milli Vogabyggðar og Voghverfis sem verður þá mun öruggari heldur en er í dag. Hér erum við síðan að horfa til norðausturs yfir þennan nýja borgargarð og ég tek það fram að þeir svona húsmassar sem við erum að sýna Vogabyggðar megin eru einungis setti fram sem möguleiki. Þarna er í rauninni ekki beinlínis skipulagstillaga á bakvið það, heldur er þetta sýnt sem einhvers konar tilvísunin í eitthvað sem gæti mögulega gerst á síðari stigum. Hér eru við síðan að horfa til norðurs, lóð Steinahlíðar er þá hérna vinstra megin og hægra megin er það sem við köllum Vogatorg sem er í rauninni tilheyrir ekki þessu deiliskipulagi en er hugsað sem fyrirhuguð skiptistöð borgarlínu þá í síðari áföngum. Tilheyrir aftur ekki þessu deiliskipulagi heldur hérna er aðeins lengra inn í framtíðina. Varðandi útfærsluna á borgargarðinu sjálfum ofan á stokknum þá erum við ekki að setja fram á þessu stigi bindandi skilmála fyrir útfærsluna. Við erum í rauninni að búa til svigrúm til þess að sé þetta móta garð sem er grænn og hérna hefur alla þá möguleika til að verða fallit og gott umhverfi fyrir aðliggjandi hverfi. Það er svo sem við gert ráð fyrir svona þessum megin stígum, bæði gangandi og hjólandi. Það er gert ráð fyrir þverunum frá austurs til vesturs og síðan við suður endan er gert ráð fyrir tengingu borgarlínu og reyndar Suðurlandsbrautar sömuleiðis yfir stokkinn. Og hérna sjáum við í rauninni nokkra sneiðingar þvert í gegnum stokkinn á ýmsum stöðum. Eins og ég held að við komið fram áðan þá er stokkurinn sjálfur eða lokið á stokknum í rauninni í þeirri hæð sem Sæbrautin er í dag. Þannig að það er svona ágætt að nota það sem viðmið til að gera sér grein fyrir hvar yfirborði verður en á þessum sneiðingum sjáum við afstöðuna með tilliti til þeirra húsa sem fyrir eru sikkur megin við stokkinn.
og síðan hérna í lokin sjáum við í rauninni loftmynd af Sæbrautinni eins og hún í dag, hérna vinstra megin og síðan tölvugerðarmynd hægra megin sem að gera þá grein fyrir garðinu sem verður til ofan á stokknum og þessum nýju gatnamótum sömuleiðis við Skeiðavog, Klessmýraveg og hérna þverrunni til suðurs við suðurmunan. Þetta síðasta glæran hjá mér. Takk fyrir. Já, komið sæl og gaman að sjá hvað margir hafa áhuga á þessari uppbyggingu við Sæbrautarstokk. Sigríður Magnúsdóttir heiti ég, kem frá Teknistofunni Tröð. Þetta eru mjög svona þurrir og leiðilegir uppdrættir en þetta lykilatriði í deiliskipulagsbreytingu. Hérna erum við með deiliskipulag fyrir Vogabyggð 2 sem hér á vinstur hönd eins og það var samþykkt eftir síðustu breytingu árið 2018 en við erum í raun og veru búin að vera að vinna með þetta deiliskipulag í Vogabyggð síðan 2014 og það var sem sagt niðurstaða samkeppni og það sem Teknistofan Tröð og hollensk arkitekta og landslagsarkitektastofa Jans von Spieker og Felix landslagsarkitekta unnuð á samkeppni og við semst unnuð þetta deiliskipulag saman og Vogabyggð skiptist þá upp í nokkrar einingar og það Vogabyggð 2 sem stærsta einingin, Vogabyggð 1 í raun að vera út á Gelgjutanga og Vogabyggð 3 hérna húsin hérna við hérna Súðavog og Dugguvog hérna syðst í hlutanum og svo stóð alltaf eftir hérna austasti hlutin sem átti í raun að vera falla undir Vogabyggð 3 en núna vegna þessara uppbyggingar á hérna Sæbrautarstokka þá við að sameina þann hluta af Vogabyggð sem var óskipulagður undir hérna Vogabyggð 2 þannig að það verði eitt heildarskipulag meðfram öllum Sæbrautarstokknum. Það sem eiginlega sameiginlegt með öllum lóðum í Vogabyggð að Sæbraut að þar hefur ekki verið nein uppbygging þrátt fyrir að það hafa legið fyrir heimildir í einhver ár áður en Sæbrautarverkefni fór svo langt eins og núna en hérna þannig þarna var tækifæri til þess að byggja upp miðsvæði, það sem sagt atvinnuhúsnæði aðalega með þá alltaf 20% íbúða en þetta hefur ekki raungerst en núna erum við í raun og veru ekki að tala neina uppbyggingu heldur að gera athafnasvæði vegna uppbyggingar á stokknum og þetta hérna hef ég tekið út allt sem bláskíkt hérna í deiliskipulags uppdrættur því þetta eiginlega byggt svona sett þannig fram að þetta uppdrátturinn sem gildi og svo hinn sem fjær sem sagt eins og það verður og svo þá lýsingin hérna í smáu letri og kannski aðeins þæra letur hérna, en þá sjáum við í raun og veru að efnistök breytingarna fyrst og fremst vegna uppbyggingu Sæbrautarstokks, þá skipulagsmörkum í Vogabyggð svæði 2 breytt til að tryggja viðunandi svæði fyrir nýja samgöngu innviði á meðan framkvæmdur stendur og vinnusvæði og hjáleiðir. Þannig þetta fyrst og fremst framkvæmda skipulag og öll byggð að Sæbraut verði semst hluta sama skipulagi. Þetta sem sagt fyrsti áfangi þá í deiliskipulag fyrir þetta svæði því seinna áfangan að þá fyrir að tala sjálfa uppbygginguna. Þetta svona sem Björn á sínum glærum en við erum ekkert að tala neina uppbyggingu á þessu stigi. Og á framkvæmdatíma að þá áhersla lögð á að tryggja ásættanlegt umferðarflæði eins og kom fram hérna í umhverfismatinu og öryggi allra vegfarenda. Og samkvæmt forhönnun að Sæbrautarstokki þá gert ráð fyrir hjáleiðum og bráðabirgða gatnamótum vesturhluta Vogabyggðar og aðgengi og gangandi og hjólandi yfir Sæbraut verði færanlega göngubrú. Þetta í raun og veru kjarninn í þessu skipulagi. Og það eru enga byggingarheimildir á þessum lóðum en
en þetta skipulag það snertir í raun og veru 7 lóðir og það er sem sagt skerðing á þessum lóðum og betri samgöngur, Vegagerðin og Reykjavíkurborg hafa verið þá í samningaviðræðum við þá lóðarhafa en svona fyrir annað almenning að þá þetta bara þessi skilmálar að það sem skiptir þá mestu máli að áður en framkvæmdir hefjast að þá skal koma upp vegg með viðunandi hljóð og árekstravörnum á mörkum framkvæmdarsvæðis og aðliggjandi íbúðabyggðar. Þetta er bara í raun og veru til þess að gera það nokkurn veginn bærilegt að búa í Vogabyggð meðan á framkvæmdu stendur og einnig verið að veita heimild til þess að veitur hafi sínar lagnir þarna ákveðnum hluta svæðisins og að heimild verði sem sagt að nota þarna nokkra lóður undir hjáleiðir og aðstöðu verktaka á framkvæmdatíma Sæbrautarstokks. Það er enn talað þessar niðurrifsheimildir að þær eru í raun og veru bara ef þær eru nauðsynlegar vegna hjáleiðana. Og það þetta eitt hús þarna sem er kannski merkilegra heldur en önnur hús og gekk lengi undir nafninu GG húsið og var á sínum tíma Dugguvog 2 en er núna Dugguvog 42 og þetta er afskaplega merkileg bygging. Þetta er ekki bara hús merkilegt út af lágmyndum Gerðar Helgadóttur sem vissulega setja svip sinn á húsið, heldur þetta einstakt hvernig í raun og veru arkitektúr og myndlist koma saman í þessu húsi og sýna það metnað sem uppbyggingar aðilar hafði á sínu tíma og þetta hús hlaut meira að sérstök verðlaun á hálfu Arkitektafélags Íslands árið 1974 og það er vissulega eftirsjá í því ef þetta hús þarf að víkja en það er svona verið að reyna að setja svona alls konar skilyrði fyrir því þannig að ég var svona svolítið fór fyrir brjóstið á mig hversu umhverfismatsskýrslan tók svona léttvægt á því að þetta hús þyrfti að fara en ég skil alveg áskorunar en þetta er alltaf viljinn sem skiptir þarna mála því það var vissulega gaman að hafa þetta hús áfram í hverfinu af því það mun gefa hverfinu mikla möguleika til framtíðar. En það nú svona, þetta kannski mín persónulega skoðun en það allavega skýrt að hvernig meðferð á þessum lágmyndum, hvernig á að fara með það ef húsið víkur, að það á allavega að reyna að verðvita eitthvað af þeim. Og svo að lokum að þá svona svokölluð skýringamynd, það eiginlega hitt blaðið sem fylgir þessari deiliskipulagsbreytingu og þá það fyrsta lagi þetta lóðirnar eins og þær eru í gildandi deiliskipulagi lengst til vinstri og í miðjunni sem sagt lóðirnar sem skerðast og þá eru þær alla merkta með brúnu og svo það skrafera fyrir utan og svo þá myndir lengst þarna í burtu hún sýnir hjáleiðir og í raun og veru hvar fyrirhugaður hljóðveggur á að standa. Þannig að það þetta mjög mikilvægt að tryggja öryggi og velferð íbúa í Vogabyggð og vonandi tekst það allt. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Sigríður kærlega. Kannski ítreka bara aftur við sjáum hvað þetta er framkvæmdarlega séð og umhverfislega séð og skipulagslega séð. Þetta er flókið og mikið verkefni. En þá ætlum við að opna fyrir spurningar og svör. Ég ætla að biðja frummælendur að koma og tilla sig og ég ætla að biðja þá ykkur sem vilji spyrja að fá míkrafón, ef ykkur til að hlaupa með míkrafón á milli og kynna ykkur fyrst og bera svo spurningu og við reynum að leysa á því. Frummælendur eru þá til þess að svara spurningum. Við erum líka með fleiri fulltrúa frá Reykjavíkurborg og Vegagerðin ef að þarf að halda og svo í raun og veru hægt að standa líka upp og ræða við okkur eftir á frummælendur eða aðra og horfa á þessar myndir í sammenningu sem að eru hér uppi á veggjum. Hver vill ríða á vaðið með spurningum? Já, það er best að ég byrji. Einhver verður að gera það.
Ólafur Guðmundsson heiti ég og er mikið búinn að vinna í umferðarmálum og búinn að vinna mikið með Þorsteini gegnum tíðina og stundum erum við sammála og stundum ekki, en það er hann að segja. Ég var í borgarstjórn og ég er búinn að vera í vinnuhóp í sambandi við Sundabraut. Og það sem ég ætla eiginlega kannski helst að segja hér og ekki að fara að gagnrýna mikið, við erum að byrja á því að þakka fyrir þessar kynningar. Það er mjög gaman að sjá þetta loksins af því að mín reynsla er svo að maður fær aldrei að sjá heildarmyndina og það er eiginlega kannski gagnrýni mín númer 1. Þegar ég var í Sundabrautarhópnum þá horfðum við á Sæbrautarstokk í heild sinni, út á Holtavegi. Og það er ennþá verið að tala hvort að Sundabraut verði í brú eða göngum. Og þess vegna finnst mér afar slæmt að sjá að við fáum bara hluta af þessu. Og þetta hef ég séð svo oft hjá Reykjavíkurborg og í skipulagsmálum að við sjáum aldrei heildarmyndina. Við fáum bara bút og fáum aldrei að sjá heildarmyndina. Og Sæbrautarstokkur hangir á Sundabraut. Og það stendur í öllu Sundabraut að allt í kringum Sæbraut hangir á Sundabraut eða búið þegar hún kemur og hvernig svo útfærsla verður. Það verður ekkert komið fram hér. Við höfum ekki mikla reynslu á Íslandi að reka stokka. Það er engi stokkar á Íslandi. Við höfum einhver jarðgöng, við höfum vegi, en við höfum ekki stokka. Þannig ég er með fullt af spurningum í kringum það. Það er ekki eða miklu tími það, en það verður kannski gaman að fá smá álit. Hvað kostar stokkur? Til hvers þurfum við hann? Við getum leyst þetta á annan hátt. Erum við með samanburð á öðrum kostum? Nei. Ef þú býr til stokk, þá þarf að reka hann. Og það er fogdýrt. Eftirlit, brunavarnir, loftræsting, frið, þetta er allt hlutir sem að enginn á Íslandi er farin að tala um. Þannig að mér langar svolítið að heyra rekstrarkostnað og lokum. Þetta er tengingin við Sundabraut. Hvað ætlum við að gera við hættulegan farm? Háan farm? Má hann fara í gegnum stokkin? Og ef ekki, hvað ætlum að hafa hann þá? Takk fyrir mig. Takk fyrir. Við skulum taka fleiri spurningar. Þið nótir þetta hjá ykkur með reksturinn á Sæbrautarstokknum. Það er fyrst og fremst spurningin sem tekur út úr þessu. Við svo mun Ólafur örugglega senda okkur fleiri. Já, takk fyrir. Hermann Guðjónsson heiti ég, býr í Vogakerfinu. Einstuð spurning, verður megin tengingin inn í Vogabyggðina Suðurlandsbraut? Þungina umferðinni inn og út úr Vogabyggðinni? Við nótum þetta hjá okkur og fá eina spurningu viðbót. Takk, Ingvar Skúlason heiti ég. Ég ætlaði að spyrja hérna stefnu á loftflæði í göngunum, hvort þú fari í vestur eða austur. Annað, það er lengdin á stokknum. Manni finnst það eins og það vanti svona cirka 150 metra upp á hann í vestur. Út af því að þegar að umferðin kemur, og hún kemur örugglega frá Sundabraut, og hvort sem hún verður í stokk eða í brú, þá kemur öll þessi umferð þarna þennan veg. Og það verður hreint og beint ólíft við þennan veg. Þannig að það verður að gera einhverja bagabrætur fyrir þá sem eru standa alveg upp við Sæbrautina. Takk. Takk fyrir. Kannski bara eini viðbót, já, þá er þú stjórnar þessu sé ég. Það er gott. Hæ, takk fyrir. Ég heiti Erna Hrund og ég bý í Vogabyggð. Mér finnst kannski ekki búið að koma fram hvernig þið ætlaði að tryggja öryggi bæði gangandi vegfarenda og barna sem að búa í Vogabyggð, sem að þurfa að sækja bæði frístundir og skóla. Hvert ætlaði að flytja göngubrúna? Það er stór spurning og þannig mér finnst ekki að kannski hafa að fara beint inn í þetta. Annað, ég er mjög forvitin af hverju Skemmtivogur 1 er svona frábært húsnæði því ég bý við hliðina og þetta er hræðilegt húsnæði í Nýslu. Takk fyrir. Ef við þá að byrja, það er mikrofón hér. Ef þið frummælendur byrjuðu kannski að svara. Ég treysti á ykkur að muna spurningarna líka. Já, ég er svona aðeins að vera yfir til spurningarna einmitt. Rekstrakostnaðurinn, kannski? Já, rekstrakostnaðurinn að þá held ég að við ekki þekki nú að reka svona mannvirki og verið með semst og búnaðurinn sem við notum er bara þess að við notum þá í jarðgöngum og myndi tengjast inn á vaktstöðuna hjá okkur. Í hvað meira voru þetta í kostnaðin ekki sagt þar sko?
háfermi, það er spurning með... Já, einmitt, þá eru ákveðna aðra leiðir sem að mjög hár varningur þyrfti að fara. Kemst upp á Silfurbraut? Já, einmitt, og það ekki bara Skriðavogsleiðina þá framhjá og þar inn á... Já, nýju Silfurbraut. Nei, fyrir ekki. Þetta er undantekningafarmur sem við verðum að tala um það. Þetta er undantekningafarmur þegar allir hefðbundnir vöruflutningar fari í gegnum stokkinn, það er ekki rétt skilnaður. Kostnaður við stokkinn, framkvæmd stoppkostnaður. Ég get svo sem svarað því, það er áætlað að heildar mannvirki kosti 25 milljarða króna, þannig að þetta er virkilega stór framkvæmd sem við erum að tala um hér. Ef við kannski að koma þá að ykkur með umferðarleiðir inn í Vogabyggð og göngubrún líka. Já, þú taka það bara leiðin inn líka, það verður sem sagt tengingin inn í Vogabyggð úr vesti og hún verður af Suðurlandsbraut. Þannig að þú komar austur og þá ferði í rauninni og í stokkinn og upp Kleppsmýraveg og þá leiðina. Þannig að aðaltengingin er af Sæbraut og Kleppsmýraveg inn í Vogabyggð eins og hann er í dag að mörgu leyti. Já. Færsla á göngubrú og öryggi á framkvæmdatíma. Já, ég er ekki með teikningu hérna að því hvert göngubrún fer norðar og þá verður þar að brúa sem sagt þessa hjáleiðir sem að verða á framkvæmdatíma og við gerum bara ráð fyrir að þurfi eina færslu á þessari göngubrú og þá ætlum við að tryggja þarna örugga leið yfir. Þannig að það er búið að hugsa fyrir því svo það sé sagt. Það var kannski Bjarni með umferðarlaug inn í Vogabyggð, það er þá bara það er ekki Suðurlandsbrautin sem verður aðalumferðargatan inn í hverfið heldur Kleppsmýravegurinn eins og verið hefur. Ok. Ef við þá taka næstu röð af spurningum, einhverju fleiri, það voru fleiri hendur á lofti, ég sé hér. Þegar kemur að skólamálum og frístundum, þess vegna því ekki hvernig ósköpunum með börnin okkar að sækja skóla og frístundum. Þess vegna þess ekki, göngubrúin, það færa hann á norðan, þá slítið þið Vogabyggð frá Vogaskóla. Og þetta er mjög hæglega vatn, þið verðið að hugsa út í þetta. Það er ekki ein hraðahindrun í Vogabyggð. Þannig hvernig ósköpunum ætti að stjórna og veita umferðinni þarna í gegnum tryggja öryggi fattan okkar. Við höfum látið vinna greiningu á þessu gönguleiðum á framkvæmdatíma sem að verkefnisráðgjafi tóku, ég veit hvort þú Greta vil ekki segja það kannski eða... Taktu mikrofóninn, takk endilega upp Greta, takk. Sæl, Greta Páll Jónsson og verkfræðistofan Verkís. Útlítið og gerðin á þessari göngubrú hefur ákveðna ástæðu. Það er hægt að stytta nálingjana og auðvelda færana og á framkvæmdatíma mun hún færast örlítið norðað, ekki mikið norðað frá því sem hún er í dag og þá austar yfir hjáleiðina sem verður í kringum Duggavog 42. Þannig að sú leið verður allavega opinn á framkvæmdatíma. Og þetta er bara mikilvægur punktur sem að verður í huga og líka Reykjavíkurborg hvað varðar að tryggja í raun og veru akstur aðrar götur í Vogabyggð á sama tíma. Þess vegna líka eins og hefur framkomið lögð mikil áherslu á að hafa Sæbraut 2+2 allan framkvæmdatíma til að umferðin sé ekki að leita inn í hverfi og annað. En okkar bæta við að þetta verður teklað betur á verkefnastigi og við sem búin að sjá nokkuð í gegnum þetta að þá verður nánari hömlur tekið næsta hömlastigi og við leggjum mjög mikla áherslu á öryggi gangandi vegfarandi þannig að segja á framkvæmdatíma. Ég vil taka fleiri spurningar, kannski byrja þarna megin. Hörður Ingi, Hjartarson. Ykkur fórst alveg að fræða okkur það hvar munnarnir á stokknum eru. Sem dæmi að það langar mig að vita að munnin marga metra frá gatnamótunum Sæbraut Súðarvogur sem dæmi. Svo er annað, sennilega það nú þannig að allir sem að hafa eitthvað gripsvit á vegum og það er með ekki margir og það er meðal ég auðvitað, en hvað er það? Að ég heldur við séum allir sammála það að besta lausnin sé neðanjarðar lest fyrir sem að kæmi í staðinn fyrir strætisvagna. Og þetta
alþjóða fyrirbæri, í mörgum borgum úti. Og hvað haldið þið? Hvað mættu þið geta ímyndað ykkur Vegagerðin? Hvað hefði Vegagerðin og Reykjavíkurborg spara ef að þeir hefðu nú gert svo hugvitsamir fyrir 40-50 árum? Að nú í ljósi þess að það búið að sennilega grafa í sundur allar götur í Reykjavík síðastliðin 40-50 ár, frá svona 1970, öðrum til 1970, mér finnst ekki langt síðan, en jæja, hvað er það? Hann sem bestu veit hvað ég búin að lifa lengi. En sko, í alvöru, að það þið hefur sko sparað stórfé ef að það hefur verið steyptur stokkur leið og göturnar grafnar í sundur, aðeins og bara Hverfisgötuna, og voru búin að vera lokuð í, ég veit ekki, taldi einhver árin hvað Hverfisgöta var lokuð lengi, voru 3 ár eða 4 ár eða 5 ár. En hvað sem það var, að þá sem sagt að þetta hefur verið stórkostlegur sparnaður og ég tel að Vegagerðin ætti að íhuga það alvarlega að núna í framtíðinni, þó ekki sé nema núna í framtíðinni, að gera stokka undir þær götur sem að verið að framkvæma, sem bara því að nú borgin alltaf að stækka og setja stokka undir þær, steypa stokka undir þær. Þetta náttúrulega kostnaður, en þetta bara peanuts kostnað í miðað við þess sem að kostar eftir á. Takk fyrir. Takk. Já, við skulum taka næstu spurningu. Kannski í svari með hvar stokkmennarnir verða, það sést á teikningum, ég ekki með málsetningar, hversu langt frá. Já, við getum, eins og sé, við getum skoðað það og eftir hvar nákvæmlega stokkmennarnir verða. Daginn, ég heiti Andrea og ég íbúi í Njörðarsundi og mér finnst bara kannski vanta upplýsingar áhrifin á framkvæmdatíma ef að sperður, sem það virðist vera, á húsin sem liggja Njörðarsundsmegin næst framkvæmdunum á framkvæmdatíma. Líka bara eitthvað, ég sá það á eftir að gera náttúrulega svona sprengiáætlun, en líka bara hvað verður ef það verða skemmdir á húsum sem standa þarna næst og hvaða ráðstafanir eru gerðar þarna megin varðandi hljóðvist og mengun á framkvæmdatíma. Mér finnst vanta bara svona upplýsingar fyrir íbúa þarna megin. Takk fyrir fleira. Takk fyrir. Tökum eina spurningu viðbót allavega. Já, Stefán heiti ég og ég bara má til með aðeins að opna munnin. Ég búin að vera þessi hverju síðan á 2 ára. Mér langar að benda á að það annar skóli í hverfinu sem heitir Langholtsskóli og mér finnst kraftaverk að það skuli ekki hafa orðið annað dauðaslys á gatnabátum Sæbrautar fyrir ofan húsasmiðjuna og Skeiðavogi. Þar sé ég er heimavinnandi eins og ég hef verið að gera smá tilraun, bæði þarna á nýju þessari göngubrú þarna sem að ég benti á sínum tíma að væri galið að setja börnin sem að fara í Langholtsskóla, þau eru ekki að fara þreytt á mótnana þarna í þessa göngubrú og ég horfi á dag að meðaltali allavega 20 börn fara yfir þessi gatnamót og til dæmis líka á þessum brjáluðu hjólum, áhoppuhjólum. Græni kallinn oft með fljótur og þau fara á rauðuljósi og bara ég ætla ekki að hafa ekki bent á þetta. Takk fyrir. Takk fyrir þessa ábendingu. Mætti ég geta aðeins, Já. Ég geta aðeins á það, loftflæði, kortaflæði, ég tala að með nóg. Já, loftflæðið, Kristján, þú kannski svara með loftflæðið og eftir, maður takk. Loftflæðið úr stokknum. Hvort fer það í austur eða vestur? Hvort kemur það yfir okkur í Njörðarsundinu eða fyrir eitthvað annað? Svo bara spurning með varanlegan hljóðveistarvegg, norðanmeginvegginn, norðanmegin við göngin. Það við skulum reyna að taka það líka, Kristján, það er mikið til þín. Ef að fá eina spurningu viðbót.
Komið öll sæl, ég heiti Ingibjörg og er búsett í Barðavógi. Mér langar svolítið mikið til að vita, nú búum við þá alveg við þar sem framkvæmdin eiga að vera og mér langar til að vita, mun gatan okkar vera opin allan tíman, mun einhver hús vera keypt upp í götunni og vandilega munum við finna mest fyrir þessum framkvæmdum. Ég hef aldrei fengið neitt kynningabæklinga eða neitt um þetta. Er eitthvað svoleiðis sem við höfum von á að vita? Já, það eru komin margar spurningar. Ég ætlum að hleypa þér aðeins að fyrst kannski líka varandi umhverfismatið. Það voru spurningar hérna líka með hljóðvist lengra eftir Sæbrautinni og í raun og veru mælingar á húsum fyrir og eftir og svo framvegis. Það kannski, ef þið Gretar myndu taka það, Kristján, vilt þú byrja? Nei, eða Þórhildur? Alveg kortið ykkar. Já. Ég get sagt með loftflæðið að það fer aðalega með umferð, þannig að nema í einhverju sérstakum aðstæðum þá fer loftflæðið í sömu stefnu og umferðin. Það er ekki gert ráð fyrir í matinu, gert ráð fyrir neinum hljóðvekkjum þarna norðan, við norðanmunnan, en eins og var talað þannig varðandi deiliskipulag þá var verið að kynna ýmsar mögulega hugmyndir, ef ég skildi rétt. Já, ekki hvort það getur komið. Ég held að ég sé ekki að svara fleiri. Það er rétt hjá þér með Barðavoginn, það byrja bara þar að þá er Barðavogurinn það nálægt Sæbrautinni að þetta hefur talsverð áhrif í Barðavogi og Barðavogurinn verður sá hluti sem er austast, hann verður lokað þó tíma, þá verður aðgerð hinum megin við Skeiðavoginn og þá verður Barðavogurinn opnaður í þann endan, gerir ráð fyrir því. En þetta verður, það er kannski ekki alveg koma hreint nákvæmlega hversu langur þessi tími verður, en við gerum ráð fyrir að þetta geti verið ástími, höfum rætt við einhverja íbúðarna sem hafa fengið yfirferð á þessari framkvæmd og nú veit ég ekki nákvæmlega hvert þú býrð í götunni, en vissulega þá hefur þetta áhrif þarna, en svo á meðan við erum í stokkaframkvæmdunum þá verður Barðavogurinn aftur endurbyggður og verður sama aðgengi þá eftir. Það verður vissulega skert aðgengi Barðavoginn tíma, það er alveg rétt. En það er í gangi kannski bæti við, það er hafinn þá þessi hönnun undirbúningsframkvæmda og þetta á eftir að skýrast nánar á næstu mánuðum og misserum. Hvernig í raun og veru þessu verður við komið og þá verður það kynnt aftur sérstaklega fyrir nærumhverfinu. Og þá verður hannað líka þessar aðgerðir sem þarf að fara í svona götum utan framkvæmdasvæði eins og Barðavogi og hvaða aðgerðir þarf að fara í það til að tryggja gott aðgengi að byggingum. En svo varðandi áhrif á hús í götunni keyptu? Nei, við erum ekki að gera ráð fyrir því að þá þurfum við að fjarlæga neina byggingar þarna, en vissulega standa sérstaklega einbyggingarna mjög nálægt framkvæmdasvæðinu og það er ekki víst að verði gott aðgengi að því húsi, en við höfum verið góða samtali við þá íbúa. En síðan verður auðvitað þau húsi verið nálægt framkvæmdinni, þá munum við eins og Þórhildur fór yfir áðan framkvæma ástandsskoðun á þessum byggingum og vera með vöktun og mælingar gegnum framkvæmdatímann. Eða þá að... Svo voru fleiri þarna? Já. Erst þú með það í rustinu? Nei, það var í raun og veru, það koma náttúrulega, ítrekka spurningar hvað gerist norðan við Sæbrautarstokkinn og kannski því að svara það er verið að horfa á það í tengslum við Sundabraut, hvað gerist strax norðan við stokkinn, hvernig í raun og veru hljóðvistar aðgerðum með öðru er framhaldið, er það ekki rétt með mér? Ég er að horfa hér á fulltrúa Vegagerðarinnar og borgarinnar, þannig að við getum ekki alveg svaraði á þessu stigi en það er eitthvað sem að er til skoðunar og þetta er sami framkvæmdaaðilinn. Það er vissulega óöfnilegt að það sé ekki komið niðurstaða í hvaða lausn verður fyrir valinu á Sundabraut, það er bara fyrir þetta verkefni. Það var þetta. Við erum á næsta hönnast að vita það. Skjóta hérna út af því að þetta er nú eiginlega þannig að þetta er framkvæmd sem hefur kannski mest áhrif á einhvers staðar út í 20 hús, svo standa þetta með götur. Og mér finnst að vera hreint og klárt dónaskapur þar sem þeir eru búin að standa í þessu verkefni síðan, hvað sögðu þið, 2018, að ekki hefði verið haft sambandi við íbúana og farið aðeins yfir hvernig þessa framkvæmdir gætu hugsanlega haft áhrif á þeirra sem sagt íbúðir
til framtíðar og það mætti þau bæta úr. Í rauninni fýtsfundur og ég fagna þessu framkvæmdu, það ekki spurningu það. En það verður að vinna þetta þannig að þeir sem búa þarna á svæðinu viti örlítið meira þetta heldur en núna 29. þá skellur þetta á, svo í haust byrja kannski framkvæmdir. Ekki nógu gott. Takk fyrir þetta. Aftur við erum sko, það er ekki gert ráð fyrir að framkvæmdir við stokkinn sjálfan hefist fyrir eftir 2 ár, 2028. Þannig að það er drjúgur tími í samtala ennþá og þetta er opinn fundur í raun og veru fyrir alla íbúa en nú er hægt að fara að zooma inn og ræða betur við þá sem búa næst eins og þú nefnir. Það er tímabært, algjörlega. Já, takk. Takk fyrir frábæra fund og mætingu líka. Gott að sjá svona marga hérna. Ég heiti Lilja Sigrún Jónsdóttir og hef nú verið að fylgjast með ýmsu hérna eins og hann Ólafur. Mér langaði að spyrja, þrennt sem ég var með í huga. Það eitt rök fyrir því að gatnamót Skeiðavágs og Kleppsmýrarvegar við Sæbraut verði meisla gatnamót, þarf meisla gatnamót og af hverju. Aðkoma í Steinarhlíð, hvaðan verður hún? Og svo nú búið að nefna þetta með ég ætlaði að spyrja sérstaklega hvort það væri búið að kynna fyrir þeim sem að búa einmitt næst og ég held með svona hljóman og kannski svo það væri skynsamlegt að bera nokkuð bréf í hús þar. Takk fyrir. Takk fyrir. Kristján, þú skrifar það hafa Hæ, ég heiti Guðrún, býr við Skeiðavoginn. Við langar eiginlega að fá skýrari svör aðeins við spurningu sem var búin að koma fram varðandi þessa háflutninga sem að bara við fannst ekki alveg eins og hefði verið úthugsað hérna. Hvert á að hleypa þessari umferð frá Sundabrautinni ef hún kemst ekki gegnum gangnum stokkamennana? Hvað eru stokkamennir háir? Það er þegar alveg svakalega mikil umferð Skeiðavog af stórflutningabílum og það eru 2 grunnskólar þarna og þetta er mjög gata. Þannig að ég ætti að vendum að fá aðeins skýrari svör þetta. Þú taka eina í viðbót eða ekki? Já, ég heiti Kristján Benjamin Guðmundsson og er íbúi í nýju Vogabyggðinni. Mér langar þess að spyrja ykkur til hvaða ráðstafan verður gripið í nýju Vogabyggð til þess að stemma stigu við mögulega stór aukinni umferð bæði hraða og þunga umferðar í gegnum hverfið sem þegar er nú talsverð. Ég spyr líka hvort að það sé hætta á því að flutningabílar sem nú koma keyra Kleppsmýrarveginn upp á Sæbraut að þeir fara að stytta sér leið í gegnum Vogabyggðina með tilheyrandi hættu fyrir alla íbúa hverfisins. Eigum við þá að byrja að svara. Ég horf á þig Kristján til þess að byrja og kannski þig Bjarni varðandi Vogabyggð og á framkvæmdatíma. Háfermið líka, Bryndís sýnist mér að rétt upp hönd þar. Ef að byrja kannski háfermið, Bryndís, viltu? Ég teki það. Já. Ég teki fram að venjulegur flutningur færi náttúrulega bara gegnum stokkinn áfram. Þetta er bóinu háfermið. Þetta er undantekningaflutningar þá sem að við viljum að ræða. Sæl, Bryndís heiti ég, svæðisstjóri höfuðborgarsvæðisins hjá Vegagerðinni. Við höfum verið að horfa til þess að Sundabrautin komi og hún komi á brú í því tilfelli að þá getur náttúrulega óeðlilega hái farmar ekki þar í gegn. Það er ekkert sem að takmarkar hæðina þar. Við höfum líka verið að velta fyrir okkur hvort við viljum fá þessa farma þarna inn eða hvort við viljum freka fá þá kannski inn á Þorlákshöfn. Þetta eru svona óvanalega hái farmar sem þurfa að fá leyfi hjá lögreglunni til þess að aka vegina. Allt annað kemst í gegnum stokkinn sem við erum að skipuleggja. Bjarni, má bjóða þér að taka þessum Vogabyggð á framkvæmdatíma. Kynnir þig kannski fyrst. Góð áminning. Ég heiti Bjarni, ég er deildarstjóri samgangna hjá Reykjavíkurborg. Ég er að finna manneskjuna sem var með spurninguna. Þannig, já. Takk, einmitt. Á framkvæmdatíma þá verður Súðavogurinn, gatnamót Sæbrautar og Súðavogs verða lokuð, þannig að í raun og veru verður Vogabyggðin sjálf botlangi á framkvæmdatíma. Þannig að það ætti ekki verið neinn gegnum umferð þar. Eftir framkvæmdir þá verður Suðurlandsbraut
fyrirgeði, Suðurlandsbraut verður framlengt yfir stokkin og inn í Vogabyggðina, en akstursleiðin sem er þá frá Vogabyggðinni, í raun og veru frá gatnamótinu þar sem að Bónus og Húsasmiðjan að Suðurlandsbraut, og það verður styttra að fara Skeiðavoginn heldur en að fara Suðurlandsbrautina eða fara í gegnum hverfið og fara í gegnum Suðurlandsbrautina. Þannig að við búumst ekki við mikill í gegnum en fara í gegnum íbúðahverfið þar, og ef það verður einhver gegnumakstur þá verður það líklega bara svipaður í dag Skeiðavog. Já, takk fyrir þetta. Það er ekki alveg hægt að svara öllum, en þetta ég ætla ekki að leggja til eins og ég sagði áðan að þegar að við klárum þessar spurningar og svör, þá er ykkur velkomið, við munum öll staldra við hérna, bara koma og spurja, og það er hægt að horfa þá hérna á myndir upp á veggjum og spurja nánar út í útfærslur. Við ætlum að taka þá kannski bara aðkoma að Steinahlíð og Mislagatnamót, já. Aðkoma að Steinahlíð verður Gnóðavog samkvæmt. Fyrirgeðu, aðkoma að Steinahlíð verður enda Gnóðavogs samkvæmt þessari breytingartillögu. Já, og Mislagatnamót, kannski ég reyna að svara að það í raun og veru þegar hvað segja, í dag eru 27.000 bílar á sólarhring cirka á Sæbraut á þessum kafla, verða 40.000 ef ég man rétt árið 2040 þegar Sundabraut er komin og fleira, þannig að það að hleypa þessum straumi undir eða í gegn er gríðarlega mikilvægt til þess bara að gatnamótin upp á fúnkeri, og í raun og veru þess vegna verið að sökkva Sæbrautin á þessum kafla til þess að gatnamótin þarna uppi geti annað í raun og veru umferð af frá Vogabyggð og Sundahöfn og svo framvegis. Þau myndi ekki gera það óbreyttu með þeirri umferðaraukningu sem verður á Sæbraut í framtíðinni. Því miður. Já, þeir taka vissulega pláss, og þetta snýst líka gangandi á hjólandi, hvernig á að koma þeim yfir þessi gatnamót. Við erum öll meðvituð það hérna inni að gatnamót Skeiðavogs, Kleppsmýrarvegar og Sæbrautar ekki eins og bestur á kosið þegar kemur að gangandi í dag, og sérstaklega þegar verið að sækja skóla sitt hvoru megin við, eða sækja skóla yfir götuna. En það mun bætist verulega því með stokknum og þessum gatnamótum. Ég þá hugsa mig hvort við ættum að taka, það er gott veður úti og annað, hvort við ættum að taka einhverja spurningar í viðbót, einhverja að lokum. Já, Sveinn, ég íbúi í Kárinu. Það er stutt síðan að beygjuakrein af Kleppsmýrarvegi var lokað til suðurs út af umferðaröryggi. Maður vill ekki hafa blind beygju beint. Önnur leiðin var blind á gangandi, umferðargangandi, og það er bara stórhættulegt. Og ef ég skil þessar teiningar rétt, þá eru gert ráð fyrir 2 beygjuakreinum á sama stað ofan í stokkinn á sömu leið. Það er samt gert ráð fyrir þverun gangandi úr nýju Vogabyggðinni í plani þarna yfir. Svo mín spurning er raunverulega hvað breyttist? Og reyna að sakna ég kannski líka bara almennt umræðu áhrif á umferð á Skeiðavegi. Axel heiti ég er íbúi í Skeiðavogi og er líka með fyrirtækjarekstur í horni Dugguvogs og Súðavogs. Það er enda búið að svara einni spurningu með tengingu af Súðavogi inn á Sæbraut, en á að opna aftur beygjuakreinina inn á Sæbraut, Kleppsmýrarvegi. Hvert er þessi bílar fara sem er að fara allum með að framkvæmdina yfir? Það er bara eina akrein þarna gegn með það inn á Sæbraut. Og hvað verður Sæbrautin líka með að framkvæmdina ef þetta er 40 metra breitt? Það er í raun og veru, já, ok, ég ætla ekki að byrja að svara því strax. Enga tekníkar, en eitt aftur. Takk. Herru, ef við byrjum kannski á seinni spurningunni, Kristján. Ég er inn á framkvæmdatíma, ekki? Já. Og þá erum við að gera ráð fyrir að tryggja allar strauma inn á og út af Kleppsmýrarvegi. Ég var framkvæmdatíma með því að vera með þessi bráðabirgða gatnamótin á Skektuvogalóðinni. Það er Skektuvogi 1 lóðinni er gert ráð fyrir gatnamótum. Að byggja bráðabirgða gatnamót. Þannig erum við að koma í veg fyrir lokanir á Kleppsmýrarvegi.
Það er hugmyndin, en þau eru að tala Skeiðavoginn og það er götur það og það er kannski það sem að Reykjavíkurborg Bjarni vill ræða. Bjarni, má bjóða þér að svara gangandi fyrir og eftir og gönguleiðir? Svo ég skilji spurninguna rétt, það er bótið að tala það ekki gatnamót Sæbrautar, Kleppsmýrarvegs og Skeiðavogs og síðan þessar vinstri beygju sem voru 2 var fækkanir í 1. Já. Það sem að breyttist var náttúrulega það forsendur að gegnumstreymisumferð á Sæbraut fer neðanjarðar núna. Þannig að þau sem ætla að keyra beint í gegn, að þau eru þá ekki í raun og veru inn í þessari mynd sem við erum að horfa á þegar við erum með gangandi líka. Það sem að breyttist líka er að þegar að Sæbrautar fer neðanjarðar, að þá veru miklu starri miðdelar eins og heitir, sem er á milli akreina. Þannig að við getum leyft okkur að leyfa gangandi bara að komast út á miðdelin og þvera þá í raun og veru í 2 þrepum, ef maður getur kallað svo, fyrst út á miðdeli og síðan yfir hinn ángan eða hinn rampan. Þannig að það er þetta þá í raun og veru að skipta þverunni upp í 2. En eins og þetta var áður, það var engin miðdelir og það kom grænt ljós og þau sem að voru að taka vinstri beyguna og þau sem að voru að labba yfir, það verður ekki til í framtíðinni. Ég sé að það eru 2 hendur á lofti, ég eru sem að hleypa þeim af og fara svo að segja þetta gott. Nei, það er þarna uppi fyrst, já. Já, ég heiti Hrannar, býð Skeiðavog, langar að spyrja varðandi norður munan. Af hverju ferðist hann svona langt, austur, eða nær Skeiðavog eftir fyrstu kynningu? Og af hverju ekki hægt að lengja hann aðeins, hann stoppar hann svona fullt af húsum í Njörvasundi, í staðar að fara örlítið norðar með hann og losna við fullt af húsum sem eru nokkrum metrum frá munanum þar sem mesta mengunin kemur upp. Svo erum þess að þetta er, skulum taka 2 í viðbót. Það er hér og hér sýnist mér Þóra, takk. Góðan dag, Gunnar heiti ég, bý aðeins vestar og ég veit ekki hvort að þetta erindi á upp á pallborðið hér, en við sem að búum nágrinni við Holtaveg, hvað megum við gera ráð fyrir að þetta rask sem að verður þarna í kringum storkin, hvað mun það skila sig í mikilli aukningu í gegnum trafík upp Holtaveginn og okkar hverfi? Síðan geti ég ekki látið hjá líða að minnast aðeins á þessa athugasemd sem kom frá fulltrúa Vegagerðarinnar sem mér heyrist að sé búin að ákveða það að Sundabrú verði niðurstaðan, ekki Sundagöng, þrátt fyrir að fundir með íbúum á þessum slóðum hafi mjög eindregið óskað eftir því að það yrði horfið frá þessari brúar hugmynd. Í ljósi þess að ég held að það hafi ekki verið eitt einu orði þessa tillögu mína þessi göng sem ég er að tala neðanjarðargöng fyrir lest, að þá hlýt ég að áætla sem svo að ykkar mat á þessari tillögu minni sé ekki umræðu hæf. Takk fyrir. Við að leyfa Lilju að klára hérna. Ásbjörn, ég sé þig en þú varst svo seinn. Svolítið lengi að hugsa. Takk fyrir. Rök fyrir því að opna Suðurlandsbraut fyrir almenna umferð. Það er búið að tala hana í sambandi við borgarlínu ég veit ekki hvað lengi, og hún eigi að þjóna hún verið að opna fyrir borgarlínu eingöngu og þá neyðarflutninga sjálfsögðu. En hver er rökin fyrir því að opna Suðurlandsbraut fyrir aksturinn í Vogabyggð, því að það mun breyta í rauninni öllu umferðarmunstri í Vogahverfinu, eldra hverfinu þá, því að svo að fólk sína ekki ruglast, í Vogahverfinu bara feiknarlega mikið og og ætla að blása á að annars vegar að það sé hægt að fara að Steinahlíð gegnum Gnúðavog og svo að opna fyrir umferð gegnum Suðurlandsbraut fyrir almenna umferð. Það finnst mér ekki ganga illa. Takk.
Ef við þá að byrja á kannski Holtavegi, Bjarni, gegnumakstur á Holtavegi, eða Kristján? Já, við getum alltaf byrja á því að segja bara við erum að vinna þessa framkvæmda áætlun þannig við sem erum að halda góður flæði eins góð og mögulegt á Sæbraut á framkvæmda tíma og þannig erum við komið með fyrir umfyrir sig að leita annað en einhver bæta einhverju við þetta. Það er alltaf áskorun að halda á framkvæmda tíma en vissulega áskorun en þess vegna sem ég segi vera að horfa til þess að byggja tímabundna, bráðabirgða Sæbraut samsíða stokknum öllu framkvæmdasvæðinu og gatnamót á lóðinni Skeptuvogur 1 til þess að anna allri þessar umferði þessi langt mest af henni þannig að hún leit ekki inn í hverfin. Það voru spurningar framlengingu Suðurlandsbrautar inn í Vogabyggð. Langar þig að svara því, Bjarni? Ég get alveg svarað, ég ætla samt að byrja á því að tala neðanjarðarlestina út af því að mér finnst það geðveik hugmynd og mér finnst það frábæra að ég skrifaði mastersritgerðina mína það og niðurstaðan var að hún var arðbær. Ég veit ekki, ég kannski endaður á endanum, ég veit ekki. En þetta allavega, finnst mér alveg klárlega eitthvað sem eigi að skoða og það var náttúrulega skipaður hópur upp í HÍ á sínum tíma sem var kallaði metróhópurinn. Var endar á árunum fyrir hrun og við veitum öll hvað var í gangi þá, svolítið vitleysa, en þeirra niðurstaða var í rauninni líka að þetta væri arðbært eða fýsilegt en það er kannski bara ekki það sem við erum að tala í dag, það hefur verið búin að ná saman aðra lausnir. Nú er ég búin að glemma að spyrja, Suðurlandsbraut, manna núna. Sko, þetta er góð pæling. Það sem við sjáum sem aðal vandamálið að án tengingar við Suðurlandsbraut að þá verður Vogabyggðin bara botlangi. Og með Vogabyggðina sem botlanga þá fara allir út Kleppsmýraveg. Ef það gerist eitthvað slys eða eitthvað á Kleppsmýravegi þá eru allir lokaðir inni út af því þetta er botlangi. En með því að opna þarna og gera tenginguna samt langa og gatnamót og þess aftar ekki auðvelt að koma að staðinni. Þá erum við bæði að tryggja að það sé þá allan að leið út úr hverfinu fyrir akandi þegar kemur eitthvað upp á annar staðar í hverfinu en samt að það sé þá lágmarksfjöldi bíla sem hefur þá lágmarksáhrif á restina af Suðurlandsbraut. Svo var tengingin við Steinalíðum Gnóðavog sem er umdeild, heyri ég, er með svöru því? Já, Steinalíðum Gnóðavog aðal ástæðan umferðar öryggi. Eins og tengingin inn á þá lóðir í dag Suðurlandsbraut þá í raun og veru umferðar ekki alveg eins og við myndum helst vilja sjá það. Við erum með gangandi og hjólandi á stíg sem rétt meðfram gróðubeði og sjónlengdir inn á götuna sem innan lóðar. Hún ekki nógu góð og það eru tækifæri í að færa tenginguna inn á Gnóðavog og minkagróðurinn, það væri svo sem önnulaust líka en þá samt erum við ennþá þá með 2 þveranir yfir bæði borgarlínuna og yfir göng- og hjólastígana sem væri þá Langholtsvegur og síðan þessi tenging við leikskóla. Þannig að af umferðaröryggisástæðum þá betra að færa hana. Þetta í heildina svona cirka 35 bílar sem fara fram og tilbaka, samtals 70 ferðir á dag miðað við talningar sem við létum framkvæma og eru aðgengilegar á netinu samhliða. Við fengum þessar talningar fyrir þessu. Það var líka síðast fengið talning, hún var doppluð á fundinu. Ég þori ekki að svara fyrir því en ég meina við fáum sérfræðinga sem að telja fyrir okkur. Ég get ekki svarað svo betur þetta, því miður. Heyrði, ég ætla þá bara að nú klukkan er 18:30 og ég held að við séum bara á mjög góðum tíma að fara að segja þetta gott. Ég vil þakka ykkur kærlega fyrir komuna. Þið svarið aldrei spurningar þessi fundarstjórn svolítið frá íbúðum Njörvarsins megin. Já, tvö spurðu hvort það fekk svarið spurningunni. Þið voru lent á það. Já, Kristján, takk fyrir ábendinguna. Sæst rétt norðan við Skeiðavog. Já. Og varst þú ekki búin að svara þessu rétt á það með að það væri
Þú verður að koma fyrir til hófurum og þetta mögulega. Já. Með vísun í deiliskipulag. Færa munnan norðar. Af hverju stoppar munnin þarna, af hverju ekki farið lengra? Það eru spurningarna sem knýja þar á meðan til Nekkavóin. Já. Það er sko svo. Já. Í raun og veru má kannski segja stokkurinn endar strax eftir gatnamótin sem hann á að leysa á hólmi, þannig að framlengjan kostar mikið, en ég skil, já, hann fer aðeins lengra en það, en það að fara lengra kostar meira, eðlilega, og aftur það á eftir að koma aðeins í ljós varðandi Sundabrautaverkefnið, hvað gerist á þessum kafla, hann pínulítil óvissa hvað þetta varðar og hvernig hægt að koma til móts við þessar áhyggjur. Við höfum ekki svörum við því miður hér í dag, en ég hausum að þakka ykkur kærlega fyrir komuna. Við erum hérna áfram, sérfræðingarnir og frá Reykjavíkurborg og Vegagerðinni og frumvalendur, og það eru myndir hér á veggjum eða vil ég skoða, og ég vil minna á að umsagnarfrestur til 21. og 29. júní inni á HMS skipulagsgáttinni. Takk hérlega fyrir komuna.